Og nú hjálpar að ég setti ekki lím á þessa kubba. Þannig að þessi partur sem ég er núna að skera frá er í rauninni ekki límdur niður. Og dettur þess vegna bara af. Svo hristi ég úr þessu eins og ég get. Þannig að nú er komið gat sem ég get sett servóið í. En ég þarf líka að loka þessu aftur því að auðvitað hefur maður ekki servóið bara hangandi þarna í miðju gatinu. Svo ég ætla að fá mér hérna annars vegar krossvið og hins vegar balsa sem ég lími saman og bý til lok úr þessu. Hérna er ég búinn að útbúa krossvið sem passar hérna akkurat ofan í. Og þetta er 0,8 mm krossviður. Síðan er ég hérna með 2 mm balsa og ég ætla að líma þennan krossvið á balsan og skera hann síðan frá. Þannig er ég komið með 2,8 sem er þá aðeins meira heldur en þarf hérna í og þá get ég lagt þetta hérna ofan í og pússa þetta slétt við. Það er ágætt að nota bara svona sekundulím og reyna að setja nóg á þetta út í jaðrana. Svona. Svo setja ég kvata á balsan áður en ég legg þetta niður. Svona, ég ætla að ýta þessu hérna frá, leggja þetta hér á borðið til þess að fá þetta slétt. Nú ætti límið að taka sig um leið og enda finn ég það að krossviðurinn verður heitur þegar límið tekur sig. Þetta lím hitnar stundum alveg ógurlega, sérstaklega ef maður límir það á puttana á sér. Nú getur ég skorið hérna meðfram krossviðnum. Þá ætti ég að vera að koma með lok sem passar í hólfið. Síðan þegar ég set servó í þetta, þá festi ég það bara hérna á lokið. Aðeins að pússa þetta pínu. Og nú passar það akkurat í. Nú get ég haldið við það og pússað af því. Þangað til það passar akkurat ofan í gatið.
Nú er ég komið með lok sem passar hérna ofan í og þá er ekki úr vegi að merkja það. Þetta er semst vinstri vængurinn og þetta er fram. Nú þarf ég að festa þetta hérna ofan í og það ger ég með 4 skrúfum. Og þá þarf ég að vita hvað bitarnir ná langt inn á plötuna. Ég merki það bara. Hérna veit ég hvað bitarnir eru og þetta þarf að vera svona eins og rúman sentimeter inn á skrúfurnar. Ég merki það bara svona. Þannig að skrúfan kemur hér og hér og hér og hér. Og nú þarf ég að ná mér í borvél og bora þetta niður. Gatið sem ég ætla að bora í lokið sjálft er 2,5 og ég bora það hérna með svona litlum proxun. Wow. Þetta er ekki rétt fest í. Þetta hefði orðið meira en 2,5. Nú set ég hins vegar bor í sem er 1,5 vegna þess að ég ætla að nota skrúfur sem venjulega eru fyrir servó. Og ég byrja á því að taka 1 gat. Þannig. Síðan fæ ég mér skrúfu og þessar skrúfur fékk ég frá Model Fixings í Englandi, ansi sniðugt fyrirbæri, og þetta eru kallaðar servóskrúfur. Þær eru ansi sniðugar, eru fyrir sexkanthaus, sexkant skrúfjárn. Þannig að nú set ég fyrstu skrúfuna hérna niður. Svo bora ég aðra. Og festi hana. Ég set stiklu í fyrirtækið Model Fixings í skýringarnar hérna fyrir neðan. Nú eru 2 skrúfur komnar, þannig að ég get borað hin bæði götin. Þannig. Nú eru skrúfurnar komnar í, en ég ætla að gera aðeins meira vegna þess að það sitja núna ofan á balsanum og það endar alltaf með því að balsinn kremst undan þeim. Þannig að ég ætla bara að fjarlægja balsann undan skrúfunum. Geri það með því að skera bara lauslega hérna í kringum skrúfuna þannig að hnífurinn fari alla leið niður á krossviðin. Svo get ég tekið skrúfuna úr, plokkað balsann í burtu þannig að krossviðurinn er hreinn undir og þá passar skrúfan
niður í og hún sekkur að mestu. Það er örlítið sem að stendur upp úr. Svo ég ætla að gera þetta við hinar skrúfurnar og þið þurfið ekkert að horfa það frekar en viljið. Ég ætla að hraðspóla það kannski. Hérna er smá svona skavanki sem er allt í lagi að laga. Lokið nær ekki alla leið. Það er smá rifa hérna sem mig langar til þess að loka. Og þá er spurning, hvernig lokar maður svona? Jú, maður fær sér bara balsa sem að passar í þetta á lengdina þar að segja. Og það er hér. Hann er hins vegar alltof breiður, þykkur, svo að ég skella nú bara á sandpappírinn þangað til að ég næ að tróðuna hérna niður á milli. Það má jafnvel nota balsahefilinn ef maður finnur hann einhvers staðar. Svona, nú dettur þetta alveg hérna í og ég ætla að setja smávegis af svona sekúndulími á þetta, en bara þeim megin sem lokið er ekki. Það má alls ekki fara á lokið, já þá nægi því aldrei úr aftur. Svo sker ég þetta bara af. Þá er ég búinn að loka gapinu. Þá geta að renna sandpappírnum á þetta líka. Það má líka nota minni kubb. Svo er allt í lagi að athuga að lokið sé ekki fast niðri. Nei, það er laust. En nú er ekkert gap. Nú má lokið bara sitja hérna þangað til að við þurfum að ganga betur frá vængnum.